Halló Píratar, ég heiti Þórlaug og ég er Pírati. Ég er búin að vera Pírati frá því bara, ég veit það ekki, fyrir 2000. Ég er búin að vera starfandi í flokknum frá því 2013, eiginlega fyrir þann tíma. Búin að vinna sem sjálfboðaliði á plani. Ég var formaður Pírata í Reykjavík. Ég hef líka verið í framkvæmdaráði og ég er búin að sjá um vefmálin af og á í mörg herrans ár og taka til og vaska upp og gera bara það sem þarf að gera í flokknum. En ég er stjórnmálafræðingur og mér finnst nú eiginlega skemmtilegast að fá að vinna í hugsjónunum. Og síðastliðin 4 ár þá hef ég verið fulltrúi okkar Pírata hérna í Reykjavíkurborg. Ég var í 3. sætinu á eftir Halldóri og Þórgni 2014 á listanum til borgarstjórnar og þar hef ég verið varamaðurinn hans Halldórs í stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Ég er líka fulltrúi Pírata í stjórn Faxaflóahafna af því að ég hef reynslu af fyrirtækjarekstri. En ég hef aldrei unnið sem stjórnmálafræðingur svoleiðis. Ég hef menntaði mig og hafði áhuga á stjórnmálum og hef áhuga á stjórnmálum. Ég er næstum því búið með mastersgráðuna mína hérna í alþjóðastjórnmálum. En ég, eins og margir vita, fékk krabbamein og þurfti bara að breyta til í lífinu. Var ekki lengur bara að vinna fyrir peningum og því að gera einhvern annan ríkan heldur fór ég alveg rosalega rússíbanareið úr því að vera bara, hvað ég að segja, vinnufíkill og í lífsgæða kapphlaupinu og fæ krabbamein sem bara breytir algjörlega lífinu mínu og ég er ekkert hægt að orða það eitthvað öðruvísi. Þetta bara, tók af mig getuna til þess að vinna í mörg herrans ár og ég bara kynntist nýjum aðstæðum. Ég þekki það hvernig það er að eiga allt í einu ekkert. Allt sem maður hefur unnið fyrir sé, bara horfið upp í skuldir af því að ég var veik. Og ég þekki rosalega vel örvæntinguna sem fylgir þessum aðstæðum. Ég þekki það vel hvernig það er að þurfa að berjast við kerfið ofan á það að missa heilsuna. Þannig að það er eiginlega hvatinn af hverju ég fór í það að breyta heiminum. En ég bara vinn eftir Píratagildunum. Það er minn yfirmaður, mín samviska og Píratagildin og stefnan sem Píratarnir hafa valið. Ég er með rosalega réttlætiskennd. Ég var ekki að segja að ég megi ekkert sjá þar sem ég kom inn að reyna að hjálpa en ég einhvern veginn bara fæ ánægju út úr því að gera lífið betra og ég er mjög sjálfstæð. Ég mynda mér sjálfstæða skoðun og það er það sem gerir mig hrifna af Píratagildunum. Ég er ekki meðvirk og ég hef alla tíð borið mikla ábyrgð og ég tek ábyrgð og ég ber ábyrgð og ég axla ábyrgð. Ef það þarf að klára eitthvað þá sé ég til þess að það gerist af því að ég er vön því að ná árangri með því að leggja sjálfa mig fram. Það er bara þannig. Ég er bara vön því að ná árangri með því að leggja allt mitt í sölurnar og ég er ekki vön því að feila. Vanalega þá bara horfi ég á hvert jobb og hvað þarf í þetta starf. Það að vera í borginni núna, þetta er framkvæmdavald, þetta er ekki löggjafavald. Það er bara ekki alveg sama fólki sem þarf í þetta starf. Hérna þarf fólk sem er drífandi, fólk sem er tilbúið til þess að fylgja eftir grunngildunum okkar og sjá til þess að lögum sé framfylgt. Í stuttu máli þá er ég að bjóða mig fram til þess að sjá til þess að Píratagildin séu höfð að leiðarljósi í stjórnun borgarinnar. Gagnsæisprinsippið snýst til dæmis eftirlit og að borgarinnar viti að við séum að vinna samkvæmt lögum og þau geti gengið að því sem er búið að samþykja. Lýðræðisprinsipið okkar gengur út á nærsamfélagið að við eflum það og fólk hafi aðkomu sín eigin mál og mannréttindapunktarnir ganga út á það að fólk eigi rétt á sinni grunnþjónustu og allir geti lifað með mannvirðingu.